Já, það leikhúsið að byrja og við ætlum að hafa það eins og var hérna í fyrra að ég sendur í leikhús og sé einhverja sýningar og svo fæ ég aðstandendur sýningana til þess að koma hingað og spjalla við mig. Það var svolítið skemmtilegt í fyrra. Sjáum til hvort það verði hérna núna og nú komið að Fjallabaki sem var enda frumsýnt síðastliðið vor en var tekið upp aftur og hingað eru komnir Hjörtur Jóhann Jónsson sem leikari. Jú, mikið rétt, blessaður. Og Valur Freyr Einarsson sem leikari en núna leikstjóri í þessu verki. Og Björn Stefánsson sem leikari. Já. Verið velkomnir. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Fjallabak er smásaga sem var bíómynd sem var leikgerð. Jep. Af hverju þetta svona, hvað í þessu sem veldur því að það þetta að segja þessa sögu í ólíkum formum? Og verður að segja hana kannski? Ég veit ekki. Fyrst þetta að segja hana? Já, einmitt. Þetta auðvitað bara ofboðslega vel smíðu saga til að byrja með. Og það vill svo til að þetta smásaga og það bara form sem að hendar mjög vel til að þýða yfir á kvikmyndir og síðan leikrit. Þú veist, það bara svona einhver uppbygging og strúktúr í sem að gera það að verkum. En fyrst og fremst þetta bara alveg ofboðslega falleg og átakanleg saga sem að hreyfir ofboðslega mikið við manni. Og það eitthvað sem að maður vill bara sjá sem mest af. Nákvæmlega. En þetta í grunninn þetta, ég getur sagt bara klassísk ástarsaga. Já, ást í meinum. Ást í meinum og ástnæturinnar sem að þolir ekki daginn. Ég meina það eru forbánar ástir út allt í okkar bókmyndum. Kristján og Ísolt, eða hvað sem En það vill svo til að þetta eru tvei kallar. Já. Og það setur svona skjálta í verkið, gagnvart áhorfendum. Já, það gerir það. Og það var áttu við þegar myndi var sýnd. Hvenær var hún? Það var 2004 held ég. Þetta svo langt síðan. Þetta nefnilega svo langt síðan og það bara, þú veist, það hefur breyst alveg töluvert mikið síðan þá. En það samt sem áður þannig að það þarf að bara segja þessar sögur og bara að halda áfram að minna á að ást ást og það á ekki vera svona flókið sko. Þú getur sagt þessa sögu bara sem venjulega ástarsögu þessu bara vill svo til að það eru þau kallar í rauninni sko, fyrir utan kannski það að þessum ég að tala hann þegar áhorfendur koma með og setja eitthvað í það þannig að 2004 segir þegar Heath Ledger og Jake Gyllenhaal kissast þá það svona það ekki alveg núna eða Nei, hjá ykkur eða ég kann ekki segja Nei, það sko finnið það í áhorfendahópnum eitthvað það þá kannski sko svona kynslóðarskipt það satt fyrir frá mig okkur tveir mjög gamlir menn sem sátu fyrir frá mig núna síðastliðinn laugardag og þeir þeir töluðu það í hléi að þeim fannst þetta svona bara þeim fannst gott hvað þetta var smá óþægilegt og svo voru rosalega sáttir eftir sýningu og svona en ég finn unga fólki þetta ekkert að pæla í þessu þar segja, það hvort að það hvort að fólk hvort að þeir menn eða tvær konur eða hvað sko, þau eru mjög opin og flex með þetta allt saman. En það kannski meira eldri kynslóðin sem á erfiðara með þetta. Já. Og það ástæða til þess að setja þetta upp? Að þetta séu homar eða tveir kallar? Sko, já, það svona, það þetta eins og við vitum allir að það búið að vera bakslag í þessari svona réttindabaráttu þessa fólks og það hefur kannski mest komið fram í viðhorfi til transfólks en við fengum til okkar höfund þessara leikgerðar sem maður sem heitir Astley eitthvað, ég man ekki Robinson og hann sko frá þessu svæði þar sem þessi saga gerist og bæði starfa líka í London en hefur verið að kenna dálítið mikið þarna og hann sagði það bara hann getur ekki ennþá gengið þarna og strókið frjálstöðu strókið skilur að því að það var ekki við okkur það var ekki, nei en sko þess að heldur að halda baráttunni á lofti og flagga fánunum sem hæst Já, og ég talaði við, sko, við tölum þetta fullt af fólki ára við byrjuðum að vinna og meðal annars kennar úr Hagaskóla sem að sagði að það veri þannig bakslag í þessu og það mikill ótti sem hefur gripið sig hjá
ungum krökkum sem að þess að meðaltali eru, veist, kannski 5 til 10 krakkar sem að stíga út á þessum árum hjá þeim, þess að bara það fór niður í 0 og búið að gera það undanfarinn 2-3 ár. Það ætti að vera skólasýning. Þetta ætti að vera skólasýning. Það voru skólasýningar þegar ég var í grunnskóla. Já. Þá hefðu þið komið og sett upp í leikfimisalnum í vor. Ég er fullkomlega sammála. Þetta er sýning sem geti virkað mjög vel fyrir það. Maður sé líka þegar ungt fólk kemur á sýningun okkar að hún ristir eitthvað svo djúft, sko, þegar maður hittir, þú veist, eins og sonuðin komið daginn, hann er 20 og svo magnaði að sjá einmitt, hún nærði þeim, sko, þú veist, af því að þetta er ekkert... Er það ekki bara vegna þess að þetta er klassísk ástarsaga? Eins og við leikum hana, þá er, þú veist, þetta er náttúrulega bara ástarsaga. Og er í grunninn bara ástarsaga. Algjörlega. Ég held að það sé hugmyndin á bakvið þann sem að þessa smásalahugmyndin að búa til fallega ástarsögu sem voru vilt svo til að þú skiptir út og hefur 2 kalla og þú mátt ekki fara lengra, þú mátt ekki gera það hommalega, þú mátt ekki taka hommakúltúrinn inn, þú gerir þetta bara inn í einhverju venjulegu umhverfi og þá situr eftir bara, við getum sagt, hrá ástarsagan. Er það ekki? 100%. Þetta gerist líka þetta gerist í Wyoming í Bandaríkjunum árið 63 og þar er bara orðið hommi er ekki til þú veist og það er svona rosalegt. Þú segir ekki hommi heldur, þú segir öfugur. Já, það er ekki hommi. Það er bara konseptið bara bókstaflega ekki komið þangað. Það er svo ekki kynvillingur. Það var við rættum þetta og ég man ekki hver það var sem var ekki Þorvaldur sem Kristjánsson, við fengum marga svona eldri menn sem þetta orð hefði verið svona því að einhvern tíma var það öfuguggi og að vera öfugur þú veist og hvaða var sem að þú veist hvaða orð var notað bara á þessum tíma og þá lendum við á þessu orði að vera öfugur. Og það var líka svolítið svona, hann segir líka sögu af föðu sínum í þessu Ennis sem var ofbeldismaður og mjög mikill hommahatari. Þetta var orð sem að maður gæti ímynda sér að hann hefði notað þú veist, þá sem að, þú veist, hann fyrirleysir svona. Já. Herðu, en enginn af ykkur er hommi? Nei. Hvað er þið að setja upp svona hommalegrið? Góð spurning. Það er til að... Ef þetta væri spurning, ef þetta væri leikrit fallað, þá myndi ég spyrja svona. Já. Og Sólungur sem fekk aldrei skammir hérna fyrir 2 árum. Já, einmitt. Fyrir að kasta heilbrigðum manni eða ófölluðum manni í hlutverk fallins. Já. Þetta er auðvitað bara óbærslega mikil og þörf umræða, þú veist, þessa... hvað segir maður á íslensku bara svona representasjón hérna í leikhúsi og þú veist og ég held að fyrir mitt leyti allavega þá held ég að það sé mikilvægast að bara sögur úr öllum sviðum mannlífsins séu sagðar bara hvað oftast og hvað mest og þá skiptir mestu máli að það séu sagðar bara af heilindum og virðingu. Þú leikir Ríkard III, hann er fallaður. Já, mikið rétt. Og og ef þessar sögur eru sagðar af heilum hug og hreinu hjarta þá svona hver það er nákvæmlega sem að leikur það er kannski ekki það mikilvægasta en auðvitað er þetta bara stór umræða þú veist hver á að leika hvað og þú veist og fólk er mjög svona misjafnt hvar það stendur gagnvart þessu og það er náttúrulega svolítið erfitt fyrir mig og okkur Bjössa einhvern veginn að þú veist að einhvern veginn verja okkar persónlegu ráðningu einhvern veginn. Ég er heldur ekki að skamma ykkur, ég er ekki mjög á þessar línu. Ég er meira þess að núna systematískt að lesa eldri ljóð þar sem að skáldin höfðu eiginlega bara meira vald að tala þú veist, fyrir hönd fleiri en svo sér maður að þegar líður á tímanum þá er fólk eiginlega bara að yrkja bara það sem er bara þeirra mál. Þannig að mér finnst þetta vanta eiginlega meiri stærri anda í menningun okkar. Við líka við vorum mjög meðvituð að þessi umræða myndi náttúrulega skapast og þess vegna var í þessi 12 ár sem ég vinni í leikhúsi þá einhvern veginn hef ég sjaldan eins verið í verkefni þar sem að er unnið aðeins mikill alúð að vanda til verka varandi þetta að því við erum að segja sögu ungra manna sem er eins mikið inn í skápnum og hægt er þannig að þeir íkja karlmennskuna þannig að þú veist eins og kom bersinlega fram í myndin að þetta voru eins karlmannlegir menn og hægt var það var ekkert samkynhægt legt og
og síðan náttúrulega líka má ekki gleyma því að samkynhneigt fólk náttúrulega bara eins og við, bara, þú veist, eins og ég hugsaði því ég að leika þetta snýst bara ást, skilja, farin að hvernig samkynhneigður maður í holningu, þá ertu á villigötum, sko. Það hins vegar þróun í þinni persónu í sögunni, af því að hann tengir ekki ástir við kalla nema við þig. Hann getur ekki fullnægt þér, þannig að þú ferð að fara til Mexíkó og fleira. Þannig að maður myndi halda að það veri hluti af svona persónu þinni að þú yrðir hommalegri, tækir inn í þig eitthvað hluta af þeim kúltúr þegar álíður leikritið. Þá veldur maður fyrir sér, ef maður gagnkynhneigður, maður þá með svona ritstjóra á öxlinni sem að segir, nei, ég má ekki, nei, Já, einmitt. Þú veist, það þetta koncept með að vera hommalegur sem svolítið loðið, sko. Það gerum við allir svona. Já, það finnst að gera svona gæsalappir loftinu í hljóð sem vel meint að því það bara ákveðin hommakúltúr sem bara menningarlegu kúltúr, það bara eins og að vera sildur eða eitthvað og koma tilbaka og vera með pínlítinn reim, ég bara að tala svoleiðis, ég ekki að tala En það líka mjög áhugavert að því að sko, þú veist, svo lásum við alveg töluvert á svona, þú veist, reynslusögum samkynhneigðra karla í svona miðvesturíkjum Bandaríkjanna á þessum árum og það svona mjög sterk lína í gegnum það að þú veist, þær eru menn sem að þú veist, átta sig á kynhneigð sinni en og gangast við henni en hafa samt svona þú veist, líta samt svona eitthvað San Francisco hinsegin kúltúr hornauga, skilur, af því að þeir eru, þú veist, þeirra identitet samt sem aður í svona sveitasamfélagi og finnast einhvern veginn þessi borgarstrákar vera bara asnalegir og skrýtnir og eitthvað svona, þannig að þú veist, það er alveg gríðarleg breidd í samfélagi samkynhneigðra og þú veist, eitthvað svona sveitastrákar í Wyoming geta þótt, þú veist, einhverjir gæjar í San Francisco vera bara óttalega miklir aumingjar og lúðar og þú veist, og þetta allt samt sem maður allt samkynhneigt fólk, sko. Þannig að þú veist, og þessi munur mjög áhugaverður og skemmtilegur að skoða, sko. Og mikilvægt í sögunni að halda ykkur svona karlrembu megin. Já, hvernig þeir, þú veist, finna út úr því hvað þetta þýðir fyrir þá og hvaða menn þeir eru, skilur, það líka búið að vera okkar rannsókn og það eitthvað sem líka ógeðslega skemmtilegt að leika sér að, sko, því að hommi ekki bara hommi, sko, þetta bara fólk og ólíkt eins og fólk flest, sko. Já, en svona út frá leikstjóra sjónarmiði þá snerist þetta bara hvaða leikarar á réttum aldri og hvaða, þú veist, og kemistri á milli leikara og hvað og hverju ráða við þessi hlutverk að þessi hlutverk þetta mjög berskjaldandi verk þar að segja þú setur engan þarna upp sem að hefur ekki staðið á sviði í svolítinn tíma og getur verið, berskjalda sig gagnvart. Það reynir svolítið á þá. Bara mjög mikið og þetta er erfitt leið og maður byrjar að leika mikið þá fer þetta, sko. Þannig að þetta er trikki. Ég held að fyrir 20 árum rúmum að þá hafi Heath Ledger og Jake Gyllenhaal verið spurðir að því hvernig að kissa mann. Já. Hvernig að leika ástarsenur með manni. Það bara Því að sömuleitt þetta menningarleg myndin og leikritið, þetta svona hluta menningarsögu okkar og ástæða fyrir að þið sittið upp ekki bara að erindið sé núna, heldur líka að þetta er svona milestone á leið samfélagsins út úr skapnum. Heldur betur. Þess vegna ætla ég að vera með þessar gömlu spurningar. Já, það er ekkert mál. Bara, næsta spurning. Ég alveg, sko, það bara, þú veist, Þú getur kist hvað sem er. Já. En síðan þetta líka alveg drullu saman, sko. Síðan þetta líka, sko, það sem að kannski við höfum að við erum alltaf að vinna mikið saman. Við vorum hugsað þetta á leiðninga, sko, því að þetta snýst svo mikið traust og bara, þú veist, eins og ég veit ekki hversu oft við höfum leikið saman og þú hefur rifið í hálsmálið á mér og hent mér lengt yfir sviðið, sko. Og ég, þú veist, meiði mig aldrei, þetta er eitthvað svona dans, skilur, eins og óþægilegt það er að leika mót einhverjum sem þú treystir ekki alveg, sko. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst traust, sko, því að kissa hjörtir, það er það minnsta erfiða við þetta. Það er bara forréttindi. Nei, að mennstaði bara allur þessi texti og veist, allt hitt kemur bara því að við þekkjum söguna, við þekkjum ferðalagið, þetta er ást og
þú veist að því ég man á ferlinu þá fengum svona nándarþjálfa og hann einhvern veginn sem þið getið verið með bolta á milli ykkar og getið verið að skera eitthvað og við horfum bara hvernig bara við erum löngu komin þungar. Já, ég er búin að vera ekki leiklistarskólanum. Já, líka bara búin að vera að vinna saman í bara 10 ár eða eitthvað svoleiðis. Og þetta fyndið nefnilega með, þú veist, leikhúsið hefur það sem að kannski skilur bíó hefur ekki að þú veist, þú ert bara á staðnum fyrir framan fólk í alvöru líkalegri nánd og til þess að þú veist ná því fram á milli leikara þá þarf að vera til bara mjög djúpt og haldbært traust sko. Og þegar þú ert komin með það á milli leikara þá getur þú gert hvað sem og það, þú veist, hvort sem það skilur ást eða ofbeldi eða allt þar á milli og það ekkert mál þú veist, og þess vegna get ég, þú veist, bara við Bjössi getum verið að kyssast og kela allan daginn, þú veist, ég get verið að fara í einhverja rúllust leik og einhverja leikonin á sviði og svo bara farið heim til konuna minnar og barna og það ekkert mál, sko og ég bara, og þessi leikona vorum bara, þú veist, það var bara vinnan, sko og þetta náttúrulega skrítið jobb, sko. Bara heyra eitthvað segja þetta, skrítið, sko. Nú ykkur heima bara, þetta ekki gott. En það bara, þú veist, þetta bara eins og... Í miðri ræður annað fyrir hann og maður kannski klikkaður. Já, ég meina kannski, en þú veist, ég vil meina að þetta sé, þú veist, einhvers konar uppbyggileg klikkun, skilur. Þetta einhvers konar skapandi geðveiki. Já, takk fyrir að þér að gera þetta. Nei, bara til að svara spurningunum. Þegar fólk hættur að þetta sé erfiðast, nei, þetta ekki erfiðasti hluturinn. Erfiðasti hluturinn, alls ekki frá, sko. Herðu, en myndin, við losnum ekki hana. Já. Sko, í henni fjallabak teiknað upp náttúrulega ótrúlega fallega. Já. Það náttúrulega svona heimurinn sem að þeir eiga sem heilagur og þeir eru alltaf að sækjast eftir svona og einhvern veginn heilagur það sem að það verði ekki fyrir áreitinu og í kringum svona ástasennur og þeir eru að fella hugi saman þá erum við með allt þetta landslag og svo náttúrulega Ang Lee ótrúlega mistari sko, bara að gera þetta svo vasslítamynd eða eitthvað. Alveg ótrúlega. En þú hefur ekkert svoleiðis á sviðinu, þú hefur bara rátt sviðið og það ekkert fjallabakarna. Nei, við reynum að búa til svona, hvað við segja, bæði ljósum og vörpun, aðeins munin á, þannig að segja, annars vegar, það allt miklu bjartara þegar þeir eru uppi á fjallinu og svona, og vörpunin eru bara fjöll og heiðskýr himinn og eða svona vísun í það, þó það sé ekki alveg... Þú hefur bara skuggamyndir þegar Ang Lee hafði bara fjallasalina. Já. En sko, já, þannig að það er alveg trikki að láta þetta í rauninni virka í litlu rými, veist, og þessa kontrasta í heimum. Af því að bærin allur, veist, þeir þrífast, hvorugur þeirra þrífast í þessum litla bæ í svona venjulega heimilislífi en þeir eru frjálsir upp á heiðinni sko. Tónlistin líka gerir helling með þetta og þeir svona hugsunin með leikgerðinni einmitt að þetta frelsi komi svolítið með músíkinni og við reyndum að vinna með þessi tvö element eins og hugsa skat sko. Svo líka eitthvað í því að þú veist að reyna bara að þýða það úr þú veist hvað þessi sko stærð og þessi mikilfengleiki í myndinni og bara í fjallgarðinum þýðir bara dramatúrgíst fyrir verkið skilur og eins og Valur var að segja þú veist þarna frelsið og sakleysið einhver leyti og ævintýrin og gleðin og svona og finna það svo bara hvernig þú veist það litar þær senur sem gerast þar versus hvernig það síðan þegar eru komnir inn í einhverja svona lokaða þrönga einangraða borgarmenningu. En hann hefur líka fjallasalina til þess að segja svona sögu ástarinnar á meðan að þeir kunna það ekki og eru bara að tala allt aðra hluti eða það er svona kynlíf og svona en það alltaf á bakvið svona hugmyndin að þetta sé ástarsaga þetta er ekki bara ungsmanns gredda það kemur í ljós að svo ekki þannig að það svolítið stórt það er mjög stórt element sem hann hefur í bíónu heldur betur og líka þetta með nærmyndirnar að þú situr og ert að velta fyrir þig hvað þú ert að hugsa og þetta allt annað form í leikhúsi heldur betur og mikil áskorun að láta það
að draga fólk inn í, af því að þetta alls ekki sérstaklega fyrir hlér lítið textadrifi leikhús. Þetta eru bara kringumstæður og aðstæður sem að þeir eru í og mikið að gjörðum og annar þeirra talar eiginlega ekki, þannig að þetta svolítið svona... En það fær nú máli eftir hlé. Já, aðeins, jú, En það var áskorun að fá það einhvern veginn, ná kyrrðinni og treysta kyrrðinni í þessu. Og bara leyfa fólki að sogast inn í þá og þeir bara gera þetta svo fallega strákarnir. Sem að endanum oft leikhúsið, það bara að horfa á leikarana. Já. Það bara þannig. Herðu, en ég ætla ekki alveg að sleppa myndinni. Heath Ledger, þetta er náttúrulega rosalega góðsögn. Já, heldur betur. Var hann góður leikari? Hann var stórkostlegur leikari. Og ég held að bara þessi framistæðans í Brokeback Mountain er bara einhver besta framistæði kvikmynd sem að ég hef séð. Og bara blessuð þessi minning hans. En er það ekki bara vesinn að vera með þannig framistöðu fyrir framistöðu? Þá fer það að leika hann að leika eitthvað annað? Jú, ég meina... Það er að losna við hrullung. Þú veist, ég bara mjög vísvitandi, setti það til hliðar, skilur. Bæði bara því að, þú veist, hann er, hann er á allt öðrum aldri en ég þegar hann leikur, hann er allt öðruvísi leikar en ég og myndin er allt annað form, þú veist, þannig að þetta er algjörlega stórkostleg mynd, en það verður bara mjög ógagnlegt að vera að reyna einhvern veginn að halda því upp að því þeim er að reyna að gera leikrit þó sé út frá sömu sögu, sko. Ég leitaði miklu meira bara í smásöguna sjálfa og í þú veist, alls konar ítarefni og viðtöl og eitthvað sem við skoðum af því að hitt við bara þvælist fyrir. Það gerir eiginlega meira ógagn að vera að skoða eitthvað sem einhver annar er búinn að gera. Ég líka að fara að leika bara eins og einhver leikari sem að leika eitthvað hlutverk, þá ertu bara að byrja að reyna að gera afrit af afriti og þú veist þetta bara... Það er svo koma áhorfendur eins og ég hef búinn að vera að tala um hérna. Áhorfendur koma með svona hugmyndur hvort að maður sé vanur að horfa á kalla kissast, koma með hugmyndur einhverja bíómynd, koma með alls konar, þú veist, því meira sem maður er. Þetta er ekki, fólk kemur bara með hellinga dómana okkar og við komum allt draslið með okkur. Mér finnst það reyndar áhugavert að það er nokkrir sem hafa komið til mér sem að halda mjög mikið upp á þessa mynd og urðu fyrir svo miklum hughrifum og voru svo ánægðir, voru skítrættir þegar gengu inn. Þetta var á eftir að eyðileggja tilfinningunum mína gagnvart þessari mynd en gerði það ekki. Þannig að mér finnst það mikill sigur. Já. Ég líka heyrt sem ég finnst alltaf merkilegt að því við náttúrulega tökum ekkert eftir því við erum að leika að þetta er náttúrulega því áhorfendur sitja í hring og þau sjá hvort annað, skilur beint á móti hvort öðru, þannig að þau eru að upplifa þetta saman, þau sjá viðbrögð hvort annars, þannig að þau eru alltaf mikið að upplifa sama hlutin, sko, þannig að það skapast einhvers konar, svona sameiginleg orka af þessari upplifun, sko, en við tökum ekkert eftir því, skiljum. En það að flestir einhvern veginn talað um þetta líka, finnst mér. Það spilar alveg stóra hluti. Þetta er orðið svo fágætt að við komum saman einhvers staðar og slökkum á síman og njótum einhverju sameiginlega. Þannig að maður ætti eiginlega að hafa alltaf að sjá áhorfendur líka í leikhúsi. Þeir eru eiginlega orðið það sem er sérstakt við leikhúsið. Það seti virkilega fólk að það með slökkt á símanum. Ég hef ekki svarið það. Það er alveg rétt. En það er eitthvað algjör galdur í þessari svona sameiginlegu upplifun. Að þú veist, ekki vera einn heima að horfa á eitthvað í sjónvarpinu, heldur að upplifa eitthvað saman með hópi fólks. Það er bara einstakt, sko. Og ég held að það spili sérstaklega vel með okkar verki, sko, því að það er svo berskjaldað og þú ert bara jafn nálægt leikurunum og við sitjum hér núna og þú veist, og að eiga svona nána viðkvæma stund með hópi fólks held ég orðið töluvert svona sjaldgæft að gerist í dag. Og það, mér finnst það það er þetta samtal sem verður, sem er svona óvirt samtal sem er í gangi. Við dagina því við vorum mörg okkar sem fórum á Austurvöll á laugardaginn. Og það að vera inn í hóp á mótmælum og finna orkunni á þeim sem er í kringu þig. Hefur maður farið eitthvað þar sem virkar bara eins og eitthvað sjó og allir sita bara dauðir út í sal og er að horfa á eitthvað sem er sett upp. En þegar það myndast svona sameiginlega við erum saman hana, þá er það náttúrulega, það kemur orka frá áhorfendum. Það er áhorfendur eru... Já, heldur betur. Myndi ekki virka hjá ykkur ef þið hefðu þá ekki? Nákvæmlega. Nei, það var lítið gagn í því. Nú hafa einn eins og við að rekkjast svona síti. Það sett hann ekki upp eitthvað fyrir einn.
Herðu, en þetta ástina. Ég ætlaði reyndar að spyrja Jake Gyllenhaal. Hann ekki svona stór stjarna svona. Hann ekki bara sætur gaur eitthvað og ég var að reyna hann frábær leikari, sko, og ég bara horfði á myndina og ég bara gerði nákvæmlega eins og hann gerði. Það var ekkert flókið, sko. Þetta ekkert flókið, sko. Nei, sko, málið náttúrulega hann náttúrulega frábær, sko. Hvað gott við hann? Hvað gott við hann? Ógeðslega sætur. Þú veist, ég mynd sem þetta Nightcrawler. Nei, ég ekki. Það einhver besti performance hans. Já, hann er leika fréttamann sem að, fyrir ekki stelaður orðinni bara ekkert mál. Hendunum líka stil. Já, ég skal, hendunum og svo kissi hann. Sýnum við þetta. Nei, hann fjallar svona blaðamann sem að, þú veist, eldir sjúkrabíla að svona einhverjum hræðilegum slísstöðum. Og svona einhver rosalegur, einhver svona tækifæris gonzó blaðamaður. Og þetta allt saman rosalega skrítið, svona móralst skrítið og hann verður sjálfur alveg svona hálfklikkar á sög og svona. Og þetta alveg frábær framistæða hjá honum. Þetta er góður leikari. Hann er frábær, en eins og þú segir þó hann sem fallit hann já, en bara, þú nefnir þetta nafn hann er frábær leikari, en ég tengja hann ekkert endilega við þetta verk, sko, því að ég horfði á myndina áður og síðan bara las ég handritið, síðan las ég bókina smá söguna, þannig að ég sá hann aldrei einhvern veginn fyrir mér, að því að mér finnst svo skemmtilegt einhvern veginn í minni vinnu er að draga úr þessu verki það sem ég get gert, sko, eins og við vorum að tala að festast í einhverju sem hann gerði sem hann gerði þetta mjög vel, en ég held ég hef ekkert gert þetta líkið við það sem hann gerði, sko. Ég er bara að skemmta mér af því að það er svo sjaldan sem maður fer að tala Hollywood-leikara. Já, hann er frábær leikari og ég held líka bara með hvernig hann gerði hann Heath Ledger og síðan deyr hann og þetta verður svo mikið svona góðsagnarkenndur maður, sko, að hann einhvern veginn hann hefði alveg getað fengið meira okkar maður, sko. En þar er líka mjög skýrt, sko, skýr munurinn á bíóinu annars vegar og leikhúsinu hins vegar að þeir voru miklu líkari í myndinni. Sko, í orkulega og veist, það var ekki svona mikill kontrast á milli þeirra eins og við drögum fram í leikhúsinu og í leikhúsinu það er ekkert í gangi hjá okkur nema að sé einhver mótstaða, við erum alltaf að leita mótstöðinni og í skrifunum finnst mér það algjörlega alveg mjög skýrt hvað þeir eru ólíkir og hvað dræfið þeirra er ólíkt en í bíómyndin er það ekki nærri því en skýrt. Ákveð að gera það ekki. Ég held að þeir eru að vinna á mótið og þar ertu líka bara með kameru sem að vinna svo mikla vinnu fyrir þig þannig að þú þarft ekki að búta svona mikið til. Herðu, en ég var að halda því fram að þetta væri bara einföld ástarsaga og sömuleitt er þetta harmsaga sýnum er boðið upp á ást en hann hafnar henni og það verður hans harmur og eyðileggur hans líf og hans líf. Já, einmitt. Og þannig að þetta væri boðskapur í þessu væri ef ástin dettur upp í fangjöður þá skottu faðmanna. Já, bara heldur betur. Ég held meiri segja, sko, að hann hafnar en ekki nema bara að því leiti að hann er ekki fær að umfaðmana eins og hann ætti að hann gerir, það er harmurinn honum auðnast ekki að þykja ástina sem honum ekki. Já. Og það er auðvitað hans bara svona harmleikur að hafa ekki, sko, getuna til þess að taka við þeirri ást sem honum er rétt. En það er líka auðvitað samfélagslegt. Já, samfélagið er ekki tilbúið til að... Þið standið svo vel með honum. Ég ver þetta fram í rauðan döðan, sko. Ég vildi bara elska þig. Já, ég veit það, maður. Ég veit það. En það er líka stór sögn í því, skilur. Og alltaf að koma með einhverja drauma sem að kannski voru falskir. Og kannski var þinn bara klárari heldur en hans. Að hann vissi að þessi ljósröðu draumar hans, þetta myndi aldrei ganga. Já. Og það er... Þú sagði hann söguna af köllunum sem hafðu verið myrtir fyrir að hafa reynt þetta. Já. Og þú veist, það er náttúrulega stóri munurinn milli þeirra tveggja, milli Jacks og Ennisar, að þú veist að Ennis er miklu óttaslegnari gagnvart þessu, en sá ótti hans reynist á rökum reistur vegna þess að það er bara bókstaflega lífshættulegt að vera hommi á þessum tíma og en þann dag í dag á mörgum stöðum í heiminum. Þannig að þú veist, þó svo að ótti hans verðum að falli að þá er hann samt sem áður ekki órökréttur og þú veist, og þetta er líka ástæða fyrir að þetta er góð saga því að hún er bara svo margslungin og hver hefur rétt fyrir sér og hver ekki. Og þá eru þeir fórnum að baðstæðna.
líka, já. og fá ekki að elskast. Já, og það líka stór boðskapur verksins sem bara það að þú veist að fólki ekki jöfn tækifæri rétt og það hafi ekki allir sko, þú veist, eins einföld og manni finnst ástin eigi að vera og eins bara þetta á að vera svo tært og hreint og fínt og einhverju liti það en fólk hefur ekki sömu tækifæri til ástar, fólk hefur ekki jafna getu eða fær ekki frjóan jarðveg fyrir sína ást og aðri. Samfélagi virðir ekki ást allra eins. Já, og það líka stór og mikilvæg skilaboð í þessu verki. Það náttúrulega harmur samfélagsins. Já, það heldur við. Að kæfa ást. Og það von mín allavega að þú veist að bara fáránleiki þess sé skýr. Að bara af hverju mega þessir gaurar ekki bara fá að elskast í friði á þess að vera truflaði svona. Þá náttúrulega eitt í þessu að ef að þeir hefðu gert það þá hefði þetta verið miklu styttra leikrit. Skilið eftir 5 ár og þeir lærast náttúrulega á draumnum sem ekki verður. Já, heldur betur. Hver veit? Ástur stæðst í höfnuninni og sorginni og það er ekki stundum. Jú, það getur verið. Þetta er algjörlega. Það er ekki happy go lucky, hvað er þetta ekki við 20 ára tímabil? Jú, væri það ekki löngu skildir þarna? Jú, hefði þetta gengið bara smállið saman strax. Já, hver veit? Það voru frá skildir og komið með Þá nýja. fjallar þetta líka ástina eða hugmyndina hamingju sem er óhöndlanleg. Hvernig hún heldur okkur. Það lítur að fjalla það líka. Jú, auðvitað. Algjörlega. Það gerir það. Það sýnir líka hvað þetta er sterkt, hvað ástin er sterkt afl, ég meina, þú segir sjálfur 20 ára tímabil og fyrst þeir eru hérna að hittast 4 sinnum á ári ef vel gengur og ég hugsa oft það bara eins og, nú er ég búin með sömu konunni í 20 ár og bara ástönginu fyrir haus og það hjálpaði mér ósað mikið þegar að vinna þetta að elska eitthvað og fá hann ekki, sko. Og eins og þegar að ég er að leika Jack og er að segja við getum gert þetta, við getum verið hjá pappa og ég trúi þessu, sko. Ég trúi því sem hann er að segja því að hann heldur virkilega ekki að þetta getur gengið. Ég hugsaði eftir 20 ár og endanum kemur peningur í hann elskar hann samt, sko. Og ástin er svo sterkt afl, sko, og það finnst mér svo rosalega sterkt í þessu verki er einmitt bara, við trúum þessu allir við erum að horfa á þetta. Skilur bara, við getum látið þetta virka. Við getum gert þetta en samt er allt á móti. Okkur langar að trúa því. Samt er allt. Það segir þetta náttúrulega bara upp við alltaf. Þetta er svo galin pæling og spáir í því. Það er einhver að rísa upp í kirkjunu og segja þetta er ekki rökrétt. Nei, þetta er ekki rökrétt, kallinn minn. Ertu alveg viss? Þrauka í 20 ára lengur fjarsambandi, það er svakalegt. Já, bara þetta er alveg merkilegt að hugsa til þess, sko. En svona er þetta. En þeir hafa ekki forsögu sem homar. Þannig að þeir hittast þannig upp á fjallinu og gæti verið bara svona ungsmannsgredda. Þeir eru að ríða hver öðrum að leiðundum. Þannig lítur Hilmir Snær sem kemur fram alveg frábærlega í nokkrum aukahlutverkum. Já. Hann lítur þannig á þetta. Það séu bara einhverjir drengir að vitleysast þarna, sko. Hann hafði ekki mikla trú á ástökar, ég held ekki. Nei, það held ég ekki, sko. Þetta er bara rangt eins og hann. En það er líka, sko, þú veist, viðhorf þessa manns og þess tíma, sko, að það sé bara ekki til, skilur, að þú veist, 2 menn að elskast sé bara ónáttúra og það, og þú veist, og konseptið ást tilheyri bara ekki þeim heimi og svona. Já. Og þeir trúaði líka sjálfur. Þeir mér að þú veist, það er ekki fyrir enn fjarverurnar að þeir fara að gruna að þetta hafi verið ást. Já, og það er líka eitthvað sem ég veist fallegt við þetta er að þú veist, þetta verður eiginlega ástið fyrstu sýn en það tekur á mörg ár að læra einn svona kallaða ást eða tala það og þú veist, þeir segja það ekki einu svona beinlínis upphátt, þeir komast ekki einu svona svo langt, sko. Það er hve mikið haft að samfélag og svona hvað mikið þeirra bara fortíð og bakgrunnur hefur heilið við á, sko. En sko þú veist, við höfum skoðað að þú veist mögulega af því að það er munur þarna á þeim, sko, hversu mikinn ótta þeir bera í brjósti gagnvart þessum tilfinningum, sko, og það er eins og að Jack sé örlítið
frjálsari. Já, hann það. Og það svona leitt, eða svona leikum okkur að þeirri hugmynd að hann mögulega hafi kannski gert einhverjar tilraunir. Hann fer og leitar að... Já, umfram hennis. Þannig að þar teiknaður upp einhver munur og það svona líka sér hann aðeins meiri tækifæri og hann leifir sér aðeins meira að dreyma. Já. Hann sildari, Ennis svo mikill sveitakall, hann hefur ekkert farið neitt sko. Það getur líka verið að þegar hann deyr, það náttúrulega allir sér myndir þannig það ekkert að vara neitt við. Spoiler. Skuldar viðvörun. Þegar hann deyr og þú kemur heim til fóreldrans. Já. Og þá opnast fyrir því að líf hans var kannski ekki eins og þú helst af því að þú ert líka með ákveðið svona ljósrauðan draum hann og hefðir getað vitað betur og reyndar kemur það fram að því að við grunað að ferðirna til Mexíkó snerist kynlíf. Já. Þannig það líka svona að þú heldur svo lífi með svolítið fölskum draum hann. Já, það alveg hluti af þessu. Og það það mjög falleg lokasinnan hann. Já, takk fyrir það er gaman að heyra. Við þetta líka spilar inn í þetta þú veist, bara svona þessi karlmennska að tala aldrei nokkuð skapaðan hlut. Hvort sem þú ert samkynhneigður eða ekki. Það bara talar ekki tilfinningar, talar ekki fortíðina, talar ekki draumaðina. Það allt bara þagað í kaf. Og þetta auðvitað bara mein karlmannsins bara aftur í aldirnar og þann dag í dag. Heldur það þegar karlarnir fara að tala að við höfum ekki hugsað, guð, hvað það var gott þegar þau þögðu? Nei, held ég ekki. Ég held að það bara að menn loksins opna munninn og byrja að tala saman eitthvað haldbært og raunverulegt og mikilvægt að það sé súrefni og næring fyrir alla. Og stundum bókstaflega lífsbjörg af því að þú veist, af því að allt það innra líf sem á sér stað hvort þú nefnir það sínum nöfnum eða ekki og það gerir það verkum að þú veist að menn sem ættu svo sannlega að opna sig og deila tilfinningum sínum og leita sér hjálpar gera það ekki neitt því að það bara einhver svona þagnar kúltúr sem umvefur þá. Þessin mér finnst mjög fallegt við þessa sýningu því að Gummi P. gítarleikari, hann sem sagt þegar við förum inn í sinnun okkar þar sem að við fyrst verðum saman, skulum við segja þá... Hann var ekki á sýningunni? Nei, hann forfallaðist. Og ég verði að viðurkenna að ég var svolítið svekkt fyrir því. Ég hugsaði bara, þú veist, alveg saman hvernig þetta verk ef hann fyrir að spila svona stálgítar eða eitthvað, þá ég alveg til að loka Komdu bara aftur. Nefna hvað hann sem sagt, sem að þið vorum að byrja, vorum svona að byrja á að sína þetta verk, þá einhvern veginn, þegar sú sena byrja, þá fann hann einhverja kalla í salnum og fylgdist með þeim sem voru kannski með konunum sínum þá, þú veist, þetta sumir lítið undan og einhvern veginn, en einhvern veginn síðan sogast þeir inn, við skoðum meina, það var að tala 60 plus og þessi kynslóð hefur ekki farið á svona, og svo, ég get bara einmyndað með tengdapabba minn sem kom, og mamma mín höldum þá kalla, þetta nú ekkert svona þetta ekkert neitt in your face. Nei, ég held nefnilega að þeir hafi haldið að þetta væri það. Það er það ekki, en eins og bara mamma mín, hún satt og horfði á þessa senu og hún segir bara upphátt oh boy, skilur, sonur minn þarna og þú veist, og þetta svo hollt einhvern veginn, því að þú veist, við erum ekki að ögra, við erum ekki að meiða, við erum bara að gera eitthvað sem er fallegt, þegar að fólk áttar sig á því, þá er það svo fallegt, Þetta sýningin og takk fyrir hana. Þið eru að fara á æfingar og fleira. Þið eru í Söngleik ársins sem að verður mikill bravúr. Já, læti. Svakaleg. Mikið dansaðir. Þið eru að fara beint á dansaðingu. Já. Þú ert í Hamlet? Ég í Hamlet, það svona hinum megin á leikhússkalanum Við erum bara að fara að ræða lífsins málefni og greina listina og við náttúrulega vorum líka bara að fara af stað og erum svona ennþá bara í greiningarferlinu, þannig að lítið af dansaðingum hjá okkur í Hamlet. Hamlet á vel við í dag, það er svona ungur drengur sem er lokaður inn í úlíkaherberginu. Já, heldur betur. Ratar ekki út. Heldur betur. Ratar ekki út. Herðu, takk fyrir að koma hingað, Jóhann, Valur og Björn. Kæra þakkir. Já, takk fyrir okkur. Og við ætlum að halda áfram við Rauða borðið, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik.
Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is